Sæll Hjörleifur Jónsson, Sæl Elka. ræktandi, einhamri. Það ekki allir sem vita að þú ert búin að vera lengi í ræktunum, það ekki? Þó að þetta sé svona nokkuð nýtt nafn þannig. Er ekki rétt? Nei, það kannski ekki allir sem vita það. En ég náttúrulega fæddur inn í hestamennsku. Já. Og búin að vera í hestum síðan í mann eftir mér og þannig. Já. Er svona þriðji ættliður í föðurætt í hestamennsku. Já. Afi og pabbi voru með hesta, átti alltaf góða hesta. Já. Þannig maður kynntist í fljótt hvernig góður hestur átt að vera. Já. Og svo kom ræktunaráhuginn svona seinna. Hvað er svona skemmtilegt við að rækta hesta? Það er óvissan, held ég. Já. Það er svona eins og að vera í spilasjúkur, held ég. Já. Það er svona gamblið í þessu. Það er svona að spila í lottóinu, Já, það er svona, já, sjá hvað maður fær. Já. Það er það, held ég, sem gerir þetta spennandi. En þú ert hérna meðal annars ræktandi af henni Sunnu frá Akranesi sem hefur nú reynst eigendum sínum heldur betur búbót. Hvað getur þú sagt mér um þá? Já, við feðgar við ræktuðum hana saman. Já. Hún er undan henni Bylgju sem að pabbi átti og eignaðist 1982 og var þá fjórða vetur. Bylgju frá Sturlureykjum og Blæ frá Höfða sem ég átti, sem var fyrstu völna hestur undan Gusti frá Höfða og hérna Kolgósessu. Og Gustur frá Höfða var undan Höfðagusti, þegar ekki? Gustur frá Höfða er Höfðagustur. Já. Já, Gustur frá Sauðárkróki. Já, Gustur. Höfðagustur, já, nákvæmlega. Og hérna, já, það er náttúrulega Gustur frá Sauðárkróki, ég kalla hann alltaf Höfðagust. Já. Og ég fekk snemma áhuga á þessum hesti. Það var svona flottur, svona svolítið öðruvísi hestur heldur en hann var léttbyggður, háfættur, svona framfallegur, svolítið öðruvísi hestur heldur en menn voru almennt að nota hér á þessu svæði og mjög umdeildur hestur. En við vorum nokkrir sem höfðum áhuga á honum. Já. Hann hefur reynst náttúrulega alveg óbúslega vel í framræktun eins og svo hérna Svipinn og Lundum, hann hefur ræktað undan Auðnu og fjölmörg dæmi að hann hafi reynst verulega vel. Já, hann er náttúrulega afi Sunnu og Ósk og fleiri Ósk sem við eigum hérna á Einhamri, sem er alsystirinn af Sunnu, sem er búin að gefa okkur 3 fyrstu völnar hryssur, hátdæmdar fyrstu völnar hryssur. Já. Mjög góðar og eigum við mjög spennandi trippu undan henni ung. Já. Hvað er þetta mörg fólöld sem þeir að fá svona? Við erum að fá svona 8 fólöld á ári í dag. Já. Það er eiginlega fyrstu árgangurinn sem við tókum inn í fyrra haust sem er svona stór. Já. Annars voru þetta bara svona 1 og 2 fólöld á ári. Og ræktunin byggir á hryssum út af undan Bylgju frá Sturlureykjum. Við eigum 4 hryssur undan henni. Ég tek eftir því að þið hafið ekkert bara verið að búra hérna í nefið síðustu árin. Það er orðið ansi myndaleg uppbygging hérna. Viltu aðeins lappa með okkur og sýna okkur hvað erum við búin að vera barnhúsa? Við erum náttúrulega, reynum að, þetta er náttúrulega hellingsvinna að eiga stórt hús og halda því við. Já. Og það er það og hérna, við erum alltaf að reyna að bæta aðstöðuna hérna og það er eins og allir vita sem er í hestum, þetta er endalaus vinna þegar hrossin, það er mikill ágangur og ánýðsla þar sem hross eru. Já. Bæði á girðingum og innréttingum og húsgögnum. Já. Þannig að þetta er endalaus vinna, þetta á ekki að fara alveg í skítinn. Já. Viltu sýna okkur úti? Já. Útsýnið og gerðið? Já, það er ekki gerð.
ertu með inni aðstöðu, það er vist ekkert lítið hægt að gera í dag nema að vera með inni Það aðstöðu. er frábært að hafa, þó að sé ekki stærri en þetta, þá er þessi aðstæða, hún reynist alveg frábærlega vel. Þetta er salur sem er 12x12 að innanmáli og hann er bara mínum að þetta alveg svona passlega stór, já. Það má ekki vera minna en það væri voða gott að hafa þetta stærra en þetta er bara fín aðstæða. Það fellur aldrei dagur úr hér í vinnu við hrossin út af veðri. Nei. Sem að við getum verið sátt við okkar uppskeru og eftir veturinn í vetur við vorum hér með sýndum 11 hross út úr húsinu, 11 hryssur og þar fóru 3 í góð fyrstuvelun, 2 inn á landsmót, 2 fjaravetrarhryssur vantaði nokkra komur upp á að komast inn á mót og svo voru hinnar í kringum 7-8-10 þannig að við vorum alveg sátt við okkar uppskeru eftir veturinn. Við vorum með hryssu hérna í 3. sæti í fjaravetrarflokk og 4. sæti í 5 vetrarflokk á landsmótinu og það bara Glæsileg byrjun. Bara var ágætt. Já, nákvæmlega. Og þú ert svona þín lína er svolítið bundin við þinn gamla hest, Höfða Gust. Hvað er svona annað svona sem að þér Ég er eiginlega opinn fyrir öllu. Mér er alveg saman hvaðan gott kemur. Það er ekki, ég held að það sé ekki gott í hrossrækt að nota þetta sem trúarbrögð. Ég held að þeir séu dæmdir til að tapa, þeir sem er í trúarbragðræktun, sko. Já. Þú notar bara það besta hvaðan sem það kemur. Já, mér er alveg saman hvaðan gott kemur. Og auðvitað hefur maður skoðanir á hestum og svona og einhverjum línum en það er bara allt gott saman hvaðan það kemur. Þú varst sáttur við landsmótið í Reykjavík og svona þróunina í þessum landsmóts? Já, ég er búinn að vera á landsmótum síðan 1971 og svona fylgst með þessu síðan þá og ég held að þetta sé lang besta mót bæði fyrir knapa, eigendur hesta og áhorfendur. En þú varst að ræða aðeins við að það er eitthvað sem þú vilt bæta á næsta móti, eða ekki? Samt sem áður. Jú, það má alltaf bæta en ég er ekkert viss að það sé kannski neitt þó ég hafi eitthvað skoðun á því hvort að hún sé rétt eða röng. Það má gera margt betur og það til dæmis svo með þeir hafa getað markasett mótið betur með því að hafa aðeins dagpassana aðeins ódýrari heldur en ég gerði. Ég held að það hefði verið röng stefna að þetta er svona dýrt því að hestafólki kaupir vikupassana, það skiptir engu máli hvort það. Þannig að þeir hefði fengið miklu fleira fólk dag og dag heldur en fengu ef þeir hefði haft aðra markaðssetningu á því. Og svo til að upplýsa þá kostaði, það var í rauninni ekki hægt að fara inn á svæðið undir 7.500 kalli. Nei, það var akkúrat málið, sko. Ég held að þetta hefði verið röng stefna að markaðssetja með þessum hætti. Og síðan tókstu eftir líka öðru varðandi dýrlandskoðunar á Gimbutarás? Já, ég var mjög ánægður með það þegar ég frétti það að ætti að dýrlæknisskoða hrossin sem er bara frábært en það vakti athygli mína þegar ég kem með hross í dýrlæknisskoðun. Ég kem með brúnar hryssu í dýrlæknisskoðun með ábreiðu á sér og ég spurði eftir hvað hross þetta er og maðurinn kem með eitthvað blað og hrossar við það og að það var ekki lesið af örmerki hrossins. Þannig að ef að menn hefðu verið með eitthvað tæp hross, brún hross, þeir hefðu getað bara skipt ábreið og komið eftir klukkutíma aftur og sama hestin? Með sama hestin þess vegna og sleppti að fara með hennan tæpa. Ég
þetta vakti verulega athygli. Ég held að mér fannst þeir skýta upp á bak Já, þeir sem stóða þessu með því að gera þetta svona. já. En framtakið var frábært að gera þetta en það hefði mátt standa betur á þessu. Já, Og þetta hitti ekki í mark að mínum mati eins og það hefði átt að gera. nei. Framhaldi og framtíðin hér á bæ. Hvað er framtíðin? Við ætlum bara að halda okkar striki. Hér verður fullt hús í vetur og við vorum með frábæra samstarfsmann hérna í fyrra, Jelenu en hún varð fyrir slysi hérna og ekki samt á hestbaki. Nei, Og við munum sakna hennar en vonandi og ég held að við fáum frábæra starfskraft. já. Það náttúrulega skiptir náttúrulega gríðarlega máli þegar það hópur á Eflingu og Hrossum að sé vel unnið úr þessu, það ekki? Jú, það er aðalatriðið. Já, Það eru ekki sko vegalengdirnar sem eru farnar heldur það eru smáatriðin sem ráða því hvernig hesturinn verður vorið sko. já, nákvæmlega. Það er ekki stóru hlutirnir. Ég held að við látum það bara vera lokaorðið. Takk fyrir að sýna okkur staðinn. Já, takk fyrir bara að koma.